Já, góða kvöldið og verið velkomin í þáttinn Leigjandinn lífið á leigumarkaði. Ég heiti Guðmundur Hrafn og í þessum þáttum erum við að fjalla leigumarkaðinn, húsaleigumarkaðinn hérna á Íslandi og sérstaklega kannski hérna á suðvesturhorninu. Út frá hinum ýmsu sjónarhornum, við höfum verið að ræða við formenn leigjendasamtaka víða heiminn, við höfum fjallað talað við fólk sem hefur innsýn inn í húsnæðismarkaðinn, hefur rannsakað hann. Við talaðum við lögfræðinga og hagsmunaaðila. Við höfum verið reynt að fræðast leigumarkaðinn. Bara hvað þetta fyrirbæri? Hvernig getum við leigjendur dregið fram okkar fjölskyldu og okkar líf á leigumarkaðinum? Hvað það sem ver okkur? Hvað framundan? Og bara hvernig hefur þessi leigumarkaður þróast? Af hverju búum við mikinn húsnæðisskort og síhækkandi húsaleigu? Við fjöllum sölu Íbúðalánasjóðs hérna í síðasta þætti á 4.200 fasteignum á árunum 2011 til 2017 og hvaða áhrif það hafði á húsaleigumarkaðinn þegar að allar þessar íbúðir bæði frá bönkunum og Íbúðalánasjóði enduðu inn í leigufélögum og líka hjá einkaaðilum en enduðu inn að stórum hluta til inn í stórum leigufélögum sem að hafa svo verið ráðandi á íslenskum húsaleigumarkaði þó að hlutfall þeirra sé ennþá miklu minna heldur en hlutfall einkaaðila sem leigusala þá eru verðlagning á húsaleigu tekur svolítið mið af þeir slá svolítið tóninn. Það nokkuð ljóst að með tilkomu húsaleigufélagana að leið og húsaleigufélögin voru orðin svolítið svona einráða markaðnum eftir að það var búið að leggja niður leigufélagi Klett hjá Íbúðalánasjóði að þá slóður strax tóni með því að fara að hækka húsaleigu. Nú, við höfum fengið til okkar mjög góðan gest, það Svanur Guðmundsson. Hann á árunum 2007 til 2017 þá fór hann fyrir félagi sem heit Félag löggiltra leigumiðlara og hann skrifaði húsnæðismál á þessum tíma og reyndi að skipta sér af hvernig leigumarkaðurinn var að þróast og hann sá í mörgum hornum ákveðin hættumerki hvað var að gerast og að mínu mati ég hef nú svona lesið tiltölulega mikið þennan tíma, örlaga tíma á íslenskum húsnæðismarkaði sem að þarna á árunum eftir hrun og í öllu því suði þá birtist rödd Svans mér sem með svona ákveðna sýn á hlutina sem að ég gat hvergi annars staðar séð og hann sagði að þessi sala á öllum þessum íbúðum frá Íbúðalánasjóði inn í leigufélögum myndi bara hafa þau áhrif að leiguverð myndi hækka og þetta myndi ekki verða til þess að auka framboð á húsnæði og ég gat ekki séð nokkurn einasta mann á þessum tíma að vera með þessa greiningu á hlutunum eins og Svanur og Svanur sestur hérna hjá mér og við ætlum að taka bara svona létt spjall vegna þess að Svanur að fylgjast með leigumarkaðnum á þessum tíma sem að að verða mikil eðlisbreyting á leigumarkaðnum. Bara vertu velkomin og takk fyrir að gefa tíma til þess að vera og sitja hérna með mér og spjalla þetta. Ég ætla að byrja þessi spyrja þig bara hvernig kemur til að þú verður leigumiðlari? Það kemur til að tvennu og á nú að vegna þess ég breytti starf og með nýrri konu en og svo líka kemur það til vegna þess að ég fór nú að skoða með konu minni húsnæðismarkaðinn á sínum tíma, hún var með fasteignamál lögmannsstofu sem enn starfandi og fór að greina og skoða þennan fasteignamarkað í þeirri bólu sem var í hagkerfinu fyrir 2007 og þann gríðarlega breytingar sem voru á íslensku samfélagi og þá húsnæðismarkað og þá líka þessi óbúslega hraði sem var á samfélaginu á þeim tíma og ég skildi ekki alveg hvernig þetta ætti að ganga allt saman upp þegar fólk var komið með erlend lán á húsnæðin sín og fólk var með 100% lán og keypti sér hús og fór í utanlandsferð með að vera verið innrétta
húsið og með hönnuðum og öllu saman og fólk bara Þú sér svona ákveðin kennaralaunum. Já, þú sér svona ákveðin hættumerki í þessar uppskrúfuðu neyslu og þessar ofsa bjartsýni á að fólk getur bara verið að byggja sér mikla hallir og... Ég sá bara fyrir mig að þetta myndi alveg örugglega springa. Þetta gengi ekki upp. Nei. Það var bara algjör vitleysa. Það var ekki séns að fólki gæti, það mátti ekkert út að breiða til að fara illa. Og því miður gerðist það og ég trúði á því þegar Danske Bank 2006 kom með varnaðarorð, ég trúði dönunum. Já. Ég bjó út í Danmörku á þessum tíma, bara svo að nefna þetta, og það var mikið svona skrifað með þetta í blöðin, þetta íslenska undur sem við gerðum nú bara góðlegt grínað og allir þessi stjórnmálmenn sem voru koma út í Danmörku en að samfara Daninum að það var nú allt í góðu lagi á Íslandi, sko. Þannig að Danske Bank var búin að vera að tala mikið þetta í Danmörku á þessum tíma. Eðlilega, þetta var, fólk gekk úr langt og þetta var úr langt. Ég sem sagt var að greina markaðanum að sá nokkurn veginn svona það sem gerðist og svo í áframhaldinu þá fór ég sem sagt í þessa leigumiðlun. En þegar, þá lærði ég það að það voru engar upplýsingar til leigumarkaðinn. Það var ekkert, það var sáralítið og þau opinberu gögn sem voru til húsnæðismál, þau voru frekar lélega að auki. Fasteignamatið var ekki með uppfærðar upplýsingar frá byggingafulltrúum, hvað væri verið að byggja mikið, menn vissu það ekki. Það var bara talað byggingagrana. Bankarnir veit ég og greiningartildi bankana sendu út krakka til að telja krana og töldu að það væri vísbendingu hvað væri verið að byggja mörg hús. Já, þessi vísitala, kranavísitala. Menn bara óði villu, það var engin morgundagur. Partí var svo svakalegt að menn nefndi ekkert að vera lítið út úr gluggan, svona aðeins að vera að renna upp dagur. Sko. Þurfti ekkert að vera að telja peningana, það var nóg til. Já. Þannig að þú sérð svona að það er enginn að fylgjast með þessu svona utanfrá og Nei. Og engar tölur til leigumarkaðinn og... Ekki, það var engin skráning á leigusamningum. Og fyrstu árin og svo stofnaði ég félag leigumiðlara, þar sem maður reyndi að fá einhver svona skikk á það hverju væru leigumiðlarar, það var þá lögverndað umhverfi og að vera leigumiðlari. Það var lögverndað varðandi húsaleigusamninga? Í húsaleigulögum var talað leigumiðlara. Já. Og það var lögvernda heiti en það var ekkert félag til það. Nei, og heldur ekki skylda að húsaleigusamninga færu í gegnum leigumiðlara? Það var ekki skylda? Nei, og það og hefur aldrei verið skylda. En starfsheitið og umhverfi leigumiðlara var skilgreint. Já. Í lögum, það vantaði ekki. En það að fara til leigumiðlar og vinna með leigumiðlar, það menn þekktu það ekki neitt, eða hvað þá menn var að þinglýsa samningum eða svo fari ég velta við, hvað eru margir leigusamningar í gangi í landinu? Já. Og það sem, það voru einu leigusamningarnir sem voru í gildi, það voru leigusamningar á vegum stúdentafélaga og félagsbústaða. Það var eina svona kerfið inn í leigumarkanum sem hélt utan einhverja svona skráningar. Já, það var eina sem til var. En síðan, og það tók nokkur ár að fá opinbera, þegar hrunið átt sér stað og enga byggingar voru í gangi og fasteignamat ríkisins hafði ekkert að gera. Það var ekki verið að skrána eignir. Það var allt stopp og það tók, ég veit ekki, þetta hafi tekið 3 ár að fá opinbera til þess að bara fá að skrá niður þá leigusamninga sem væru gerðir eða fá leigusamninga sem varu þó þinglýstir. Já, mitt. Og þetta er eftir hrunið, þetta er bara svona 3 árum eftir hrunið sem að svona fasteignamatið tekur við sér. Já, og þeir unnu tölurnar aftur í tíman, þannig að þeir tóku nokkur ár aftur í tíman og þess vegna eigum við þá þessa sögu af leigusamningu alveg hætti til 2009. Af yfir fjölda leigusamninga. En það sem gerðist var það að það urðu til fleiri þúsundir leigusamninga við hrunið og gríðarlegu fjöldi eigna sem allt í einu kom inn á markaðinn til leigu og eftirspurn hjá fólki að leigja sér sem var búið að missa húsnæði sitt og þurfti að leigja einhvers staðar og
Og svo var eitt sem gerðist líka, það kom alveg skilnaða hrina um 2010, 9-10. Þá var alveg ógurlegur fjöldi fólk sem skildi og þannig að ég er nú einn af þeim. Feður sem þurftu að leigja sér húsnæði sem gátu tekið við öllum börnunum líka í húsnæðið og það var nú eitt sem með skráningu barna, það var nú eitt baráttumáli sem ég reyndi að koma á framfæri við yfirvöldum það að börn gætu verið skráð á báðum stöðum svo að báðir aðilar fengu jafnarétt til húsaleigubóta. Já. Og líka barnabóta og Þetta er ekki ennþá komið í gegn þrátt fyrir að þetta sé búið að vera umræðin núna í fjöldamörg ár. Nei, þetta er mjög sorglegt. Það er svo margt annað sem að menn hafa allir sér að gera og slegið sér dritt að séu að fara að gera en svo gerist aldrei neitt. Þegar samfélagsumræðan þagnar þá er nóg að koma bara fram með einhverja áætlanir að það eigi að fara að gera eitthvað þannig að það gerist aldrei. En þú finnur fyrir þessum gríðarlegu aukningi á þörf fyrir leiguhúsnæði. Það gerðist mjög hratt 2008, 2009. Þú ert að telja til bæði raun ástæðunar eru fólk að missa heimilið sitt og það líka verða til aukin þörf umfram vegna skilnaða. Já, það var mjög áberandi. Og aukin fjöldi manna sem að einmitt. Voru það ofta feður? Fjölskyldur voru splittaðar. Voru þetta feður oftar heldur en mæður sem voru að leita sér leiguhúsnæði í kjölfar skilnaða? Bæði. Fólk var búið að missa húsið sitt og var að fara að missa húsið sitt og fór þá bara úr húsunum. Þannig að eitt heimili var allt í einu þörf fyrir 2. Já, það var mjög algengt. Og og börnin þurfti að rúmast í báðum húsum og þannig að það voru mikla breytingar og þetta gerðist allt mjög hratt. Það var mikið að gera og það voru mikið að eignum sem var í boði þegar bankarnir voru búin að leigja til sín eða taka til sín heilu blokkirnar sem voru kannski í byggingu og þurfti lítið til að klára. Þá í nokkuð tilfellum fékk ég þá til þess að því að þörfum var svo mikið þá fékk ég bara heilu blokkirnar sem að ég bjóð til samning svona kaupsamning. Fólki gat leigta í ákveðin tíma og ákveðin hluti leiguna fór svo upp í kaupverðið þegar það átti rétt á og átti mögulega búin að koma undir sér fótunum. Þannig að hluti samþykktu bankarnir þetta? Já, í einhverju tilfellum gerðu það og náðu að klára það sem vantaði lítið upp á að klára. Já, þannig að hvatinn til þess að klára blokkina var raunin svo að sá að þarna væru tilvonandi kaupendur. Já, að leigjendurnir urðu kaupendur og þetta gekk og þarna voru nokkrar skilanemdir sem gerðu þetta og það var mjög farsælt og svo líka í sömu tilfellum þegar skuldirnar eru svo mikla hjá fólki að það réði ekki við afborganirnar við gengisbreytingarnar þá í sömu tilfellum var hægt að bjarga sér að fólki fór og leigði út eignina sína en bjó kannski í kjallarinn og náði þá búa til leigutekjur til þess að standa við skuldbindingar sínar og ferði eða bara flutt úr landi og leigði eignina frá sér. Og þurfti fólk að gera þetta í einhverju svona samvinnu eða samþykki frá bönkunum og svona, eða voru tilfelli þess að fólk fór til bankans kannski og sagði, heyrðu, ég ætla að flytja í kjallarann og leigja út efri hæðina, ég ætla að fá að halda húsinu. Það var allavega og oft koma með svona tillögur fyrir fólk og Þannig að þú varst rauninu komin í þetta hlutverk að svona fólk var svo ráðalaust, það var viss ekkit heimlandin voru búin að hrynja og það var bara að reyna, sumir voru bara að reyna að leigja, ná inn einhverju leigutekjum áður en að bankin myndi hirða eignina og í sumum tilfellum bara hirti það leiguna en það fór ekki til bankans. Það var allt, öll flóran, sumir náðu að búa sér til leigu til þess að standa við skuldbindingunum til þess að halda húsinu meðan þetta gekk yfir. Og síðar kom svo 120% leiðin eða 110% leiðin sem að bjargaði einhverjum en þó stærstu hluta þeim ríkustu eða þeir sem hafðu mest og og svo þessi Skjaldborg sem var utan bankana sem var til þess að bjarga bönkunum með þetta hún var svona sérkapítuli en þetta var alveg
það var mjög merkilegu tími og gekk mikið og var alveg óbóðslega aukning í. Já, þú hefur orðið mjög líklega bara vitni af alls konar svona örlega tímum í lífi fólks. Algjörlega, ég var í þessu slag allan tíminn og með þessu fólki og vissi nákvæmlega, vissi hvað gekk á. Já, en þarna hefur þú líka tekið að þér svona auki hlutverk fyrir þetta fólk eins og þú nefnir hérna og nefndir við mig líka, við vorum að spjalla saman þaðan, að svona þurft að jafnvel að fara út fyrir svona kannski þitt eiginlega svona hlutverk sem leigumiðlar með að gefa fólki ráð og reyna jafnvel að leiðbeina því einhvern veginn í gegnum þennan öldursjó sem að... Sko, leigumiðlunni snýrist að hálfu leyti líka við félagslega þætti, sko, heldur en lagfræðilega þætti. Já. Og eins og lögfræðin reyndar, hún nú þannig bara að þetta svona, þú þarft að sko róa fólk niður þannig að sko gera sér grein fyrir stöðu sinni og viti hvað tækifæri það með sinni stöðu. Þannig að það oft þannig og það var og líka bara sætta eða sem sagt að settla mála milli leigjanda og leigusala á þann hátt að menn gera sér grein fyrir rétti sínu þannig að þegar utan að koma þetta aðileg hvað upp úr og hvað vitna til lagana og ennibundina aðferða þá dó yfirleitt vandamáli sko. En í stað þess að vinda upp á sig og verða ólýsanlegt sko. Hvernig var þetta, eins og þú nefnir hérna, þú þurftir stundum að eiga við sko þessi leigusalar á þessum tíma 2008, 9, 10, 11, 12 þetta oft bankar og hérna þurftur að tókstu það verkefni fyrir bankana, varst að miðla íbúðum á þeirra vegum eða hvernig? Einhverju, ekki bankana heldur skilanirnar sem voru með einhverju tilfellum var það hluti af verkefninu og svo líka fyrir verktaka þannig að byggingaverktaka sem voru og fjárfæstir sem voru að bjarga sér í þessum hlutum öllu saman. Þetta var mjög skemmtilegu tími þannig að og mikið sem gekk á og margvíslegt sem að þetta verður kannski gert upp í ævisögunni eitthvað. Mér varst nú gaman þegar þú hafði samband við mig og varst að rifja upp þessar sko blaðagreinar og svona sem ég var að spá fyrir ég hafði mjög gaman að spekulera í tölunum hvað var að gerast með húsnæðismarkaðinn og leigumarkaðinn og það að við vorum að búa til nýjan veruleika. Leigumarkaður per se sem á hinum almenna markaði hefur alltaf verið til á Íslandi. En að ég lærði nú í Noregi og get lesið þar sem þar stendur, þá leigumarkaðurinn fastur hluti af viðskiptaumhverfi húsnæðismarkaða í Evrópu og á Norðurlöndunum. Hér þetta mjög óvenjulegt hér og það kynntist ég að þeir komu hérna frá OECD og voru óskaplega ánægðir með það að það væri loksins hægt að tala við einhvern sem hefði einhvern vita á leigumarkaðum. Þeir eru alla tíð alltaf skilað auðu leigumarkaðin á Íslandi eftirlitsmenn frá OECD. Já. Þeir höfðu engar tölulegar upplýsingar. Og engin fulltrúi svona eitthvað sem gat verið svona tala máli leigumarkaðins. Nei, þó svo eins og þetta benda mér á væri húsnæðisnefndar í lögunum sem að vera til á vegum sveitafélagana sem að þú varst að spyrja mig hvort það væri. Ég gat aldrei hitt einasta aðila hjá sveitafélagunum sem hafði með leigusamninga, úrskurði með leigusamninga, nema einstaklingur hjá byggingafulltrúa sem kom til þess að skoða húsnæði sem var þá. Sem var raun og veru ekkert sem bara kom á rétti eyðublað, fyllið þetta. Var það að tala að einstaklingu frá byggingafulltrúa sem hafði það hlutverk að tryggja það að húsnæði sem voru til útleigu væru bara eftir reglum og svona heilbrigðis? Já, væri sem myndi skera úrum eða væri eitthvað galli eða eitthvað skemmt í húsinu sem að leigusali myndi ekki segja upp á leigjandan að þú gerðir þetta og leigusali þetta var svona. Það voru sveitafélögin sem voru með þetta. Já, þessi var breytt núna í það er eina sem var að viti í lagabreytingunni frá síðasta félagsmálaráðherra eða þar síðasta það var þessi úrskurðarnefnd en það menn getur bara komið sér saman með að taka bara myndir af þessu og eins og ég let fólk gera, ég tók bara myndir af húseigninni og sagði svona þetta
og það fylgdi bara með samningunum. Já. Þannig að það var ekkert þetta... Hann gæti útkljáða þar. Já. Já, það sem að ég kom inn á í inngangnum að þú ert haft eftir í síðu Morgunblaðsins í maí 2016 þar sem að þú spurður hvað þið finnist að almenna leigufélagi sem eigu Gamma kaupir 450 íbúðar af Kletti, við fjöllum þetta svolítið í síðasta þætti og þú segir í rauninni að með þessari sölu og þessum breytingum á leigumarkaðunum þá sé eiginlega bara sjálfstætt starfandi leigumiðlum valla stætt á að halda áfram starfi og þú segir líka að þróunin á markaðnum muni verða til þess að þetta framlag ríkisins til leiguíbúða muni leiða til þess að framlagið kemur inn í leigun og hækkar hana. Það er ljóst að fjöldi húsa á markaðnum mun ekki aukast en eftirspurnin að auka segirðu og þetta er 2016. Þarna eru miklu örlega tímar í leigumálum líka, þarna eru alls konar nefndir á störfum og þarna eru leigjendasamtökin þá mjög sterk og eru að taka fyrir alls konar orðræðu inn á leigumarkaðnum. En þú segir þarna bara og þetta er einu ummæli sem ég hef séð þar sem að þú segir 2016 þegar þetta er að gerast að þetta muni hafa þau ótvíræðu áhrif að leiga muni hækka og það muni ekki endilega aukast framboð á húsnæðismarkaðnum og í kjölfarið af þessu. Hvað heldur að við orðið til þess að framboðið af húsnæði hafi ekki fylgt með þörfinni? Sko það var engin hvati hjá þessum leigufélögum að auka almenna markað. Sko markaðurinn, fasteignamarkaðurinn og byggingaverktakarnir sem sjáum sem eiga bara hennan byggingamarkað, bara nokkrir aðilar. Já. Og vel að merkja, það voru margir sem fóru illa út úr hrunnu, byggingaverktakar. Margir sem fóru þá á hausi. Við erum með það er engin hvati hjá hvorki á bönkum, né byggingaverktökum, né leigufélögum að lækka fasteignaverð. Megin hagnaður leigufélagana er verðhækkun eigna. Og það er engin hvati til þess að hjá þessum aðilum, bönkum, byggingaverktökum og öðrum að stórauka framboð eigna. Nei. Ef að fasteignaverð lækkar mikið, þá lækkar verðmæti þessara félaga. Verðmæti félagar og sveitafélögin meira að segja, líka þau. Stærsta vandamálið er sveitafélögin. Sveitafélögin fyrir hrun, þau fóru að deiliskipuleggja lóðir út allt land og seldu þær svo fyrirfram og reiknuðu og eittu gróðunum að reiknuðum gjöldum af lóðasölu. Lóðaverð rauk líka upp úr öllu valdi. Við höfum ekki að gleyma því. Já, það tífaldaðist á tímabili þetta. Já. Réttur hrun. Já. Þetta var stór tekjupóstu fyrir sveitafélögin. Sveitafélögin þau fóru líka í brjálæðislega fjárfestingar með íþróttahúsum og ég veit ekki hvað. Knatthúsum og svona. Það vantaði ekkert. Nei. Það var það var nú til, það var engin morgundagurinn. Nei. Og en síðan juku sveitafélögin skuldi sínar. Já. Og við erum bara að horfa á það að til dæmis skuldir Reykjavíkurborgar á þessari öld hafa aukist 500% á verðlagi í dag. Og það er engin og hefur ekki orðið enn neitt hvati til þess að auka fjölda íbúa í umferð. Og leigumarkaðurinn er alltaf á undan í verðlagningunni til hækkunar eða lækkunar á undan fasteigna kaupamarkaðnum. Fasteigna kaup- og sölumarkaðnum. Mér finnst þetta svolítið forvitnilegt og merkilegt þú varst að fræða með þetta að leigumarkaðurinn gefur alltaf ákveðna vísbendingar í eðlilegu árferði, við töluðum það áðan líka að það er búið að vera óeðlilegt ástand í undanfarandi 2 ár, en í eðlilegu árferði þá gefa þessum verð
breytingar eða hreyfingar á húsaleigumarkaðnum til kynna hvað muni gerast í nánustu framtíð á fasteignamarkaðnum? Já, það er akkurat það sem gerir. Í eðlilegu markaði þegar ákveðið hlutfall eigna, þú sjáum þetta um alla Evrópu, alls þessar hreyfingar sem eiga sér stað á leigumarkaðnum koma fram í fasteignamarkaði. Það er miklu fyrr að meta sko framboðskort á leigumarkaðnum heldur en í fasteignamarkaðnum. Nákvæmlega. Og það er akkurat það sem við erum að sjá í dag, þessi sko þrátt fyrir að við séum búin að sjá mikla hækkun fasteignaverðs undanfarið, þá er alveg augljóst að við eigum eftir að sjá enn meiri hækkun á leiguverði. Ég óttast að leiguverði eftir að rjúka upp úr öllu valdi nú næstunni og fari eins og það fór, að fari upp fyrir greiðslugetu fólks. Sem þýðir það að það verður fleira fólk sem að verður greiðslufall á leigu sem að leiðir til aukins tjóns á leigusölum sem leiðir til enn frekari kröfu að hækka leiguverðið vegna þess að eftirspurnin sé svo mikil. Þannig að þessi hrunadans sem að var á leigumarkaði á sínum tíma, hann muni endurtaka sig og sé að fara að gera það núna bara næstu mánuðum. Ef að við fáum ekki aðra bylgju af COVID yfir okkur, að Kínverjarnir finni ekki einhverja nýja vírus fyrir okkur, eða þá og líka ferðamanniðnaðurinn komist að stað eins og allar vísbendingar um þetta fer að við séum að komast inn í eðlilegt ástand og það eðlilega ástand viðskiptaumhverfis leiði til þess að það muni springa upp leiguverðið. Og það muni taka nokkur ára vindóna því. Jafnvel þó menn legðu allt í sölunar. Já og nei, það tekur ekkert svo langa tíma að byggja húsnæði. Það tekur ekkert svo langa tíma, en þörfin á íbúðarhúsnæði, bara þörfin á því að byggja húsnæði, við erum að tala við þurfum minnstakosti, ég myndi halda 10.000 íbúðir, bara lágmarki. Já, það þyrfti bara einhvern veginn að redda því á næstum tveimur. Þegar árin eftir hrun, við bara rifjum upp þessar tölur, árin eftir hrun á 7 ára tímabili, að þá byggðum við einungis 5.000 íbúðir á 7 árum. Já, 1200 íbúðir ári, það er bara ekki neitt, sko. Nei, það er ekki nema 400, 500, nei, 350. 5.000 íbúðir á 5.000 íbúðir á 7 árum. 5.000. Og og til þess að vinna upp þá þörf, bara til að vinna upp það hefur þurft að byggja 25.000 íbúðir. Þess bara fyrir þetta 7 ára tímabil eftir hrun. Já. Þeir eru stoppum af því að umræðan var alltaf það hefði verið byggt svo ofboðslega mikið. Já. Málið var það var ekki byggt svo ofboðslega mikið. Það var verið að mæta uppsafnan þar sem áður hafði komið. Það var fyrir þessa miklu uppbyggingu, það var raun og verið að bæta bara við það sem hefði þurft að átt að vera búið að byggja. Þannig að það hefði verið stopp í fasteignamarkaðnum árunum aldamótin. Já. Og það var verið að leiðréttast í þessari bankasprengju sem var á sama tíma. Já. Síðan kemur bara 7 ára stopp, svo gott sem stopp. Já. Sem þýddi að það hefði þurft að koma inn 25.000 íbúðir. Og síðan núna eftir að við vorum aðeins að bara núna 2015-16 að þegar mann sáu hvað fasteignaverðið hátt og að það þyrfti að byggja meira, þá fórum við að byggja aðeins meira en ekki nægilega mikið á hverju ári samt til þess að mæta bara íbúafjölguninni. Var þetta hræðsla við að endurtaka leikinn? Nei, þetta er bara vegna þess að pólitíkin í sveitafélaginu, stærsta sveitafélaginu hér, er þéttingastefna. Já. Það á ekki að brjóta nýja byggð. Það er ekki verið að útdeila nægilega mikið af lóðum hérna á höfuðborginu sem er langstærsti áhrifaveldurinn og íbúaverði á landinu. Já. Og svo pólitík sem er búið að reka hérna í Reykjavík það að þétta byggðina og skipuleggja byggðin út frá strætó, öll umræðinu strætó, ekki leigjendur. Áhugin er engin á leigjendum, áhugin er á strætó. Þannig að lóðirnar á höfuðborgarsvæðinu,
þær eru ekki í boði. Þannig að það er ekki hægt að byggja þennan fjölda sem að leigjendur og íbúðar eigendur og almenningur í landinu þarf. Nei, og þetta merkilegt að þú skulle segja þetta, því að ég var að skoða þetta bara sjálfur, hvernig niðurstöður síðasta átakshóps forsætisráðherra sem sendi frá sér tillögur sínar í maí 2019, tók til starfa held ég í nóvember 2018, og hann skilir þér eiginlega alla svona uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu við borgarlínu. Það er svona að innra umferðarskipulag borgarinnar, það er að taka einhverjum breytingum áður en að sé að fara að brjóta undir nýttlandir bygginga, sem rauninni segir, leggur það rauninni svolítið svona bara á viðkvæmasta hópinn á húsnæðismarkaðnum sem er í mest húsnæðisþörfinni, það leggur á hann að komast bara einhvern veginn af á meðan. Það eru leigjendur og þeir sem eiga erfitt á húsnæðismarkaðnum og geta ekki komist inn á húsnæðismarkaðinn, að þeir þurfa í rauninni að borga fyrir vegna þess að hluti af þessari fjármögnun á þessum framkvæmdum kemur í gegnum hækkandi fasteignaverð, það er hækkandi fasteignagjöld og hækkandi lóðaverð sem að borgin tekur til sín og notar til þess að fjármagna svo þessar framkvæmdir sem að leigjendur svo líða fyrir og munu líða fyrir kannski áratug eða 2 í viðbót. Þetta er náttúrulega kannski svo hópur sem síst skildi ætti að borga fyrir þessu uppbyggingu. Þetta er raunverulega algjörlega óskiljandi, en svo geta menn hent fram alls konar áætlunum glæsilegar uppbyggingun og sína mikla glærukynningar og eru með alls konar úrræði sem að menn benda á hjá hinu opinbera, en það er aldrei spurt hvernig ætlar að gera þetta nákvæmlega, hvenær koma húsin, hvenær koma íbúðirnar. Það er engin áhugi á því að leysa þennan vanda. Eins og ég sagði við í spjallið, leigjendur á Íslandi hafa alltaf verið svona annars flokks hópur. Við höfum, eftir hrun þá varð leigjendamarkaður til. En það er viðhorfið gagnvart leigjendum ennþá eins og það var þegar við vorum ungnir. Óreglu fólk eða svona fólk sem gat ekki komið yfir sig húsegn, foreldrar okkar og okkar kynslóð byggði með eigin höndum sín hús. Fólk gat farið að smíða sér hús, það bara fékk lóð, gat það og mátti. Núna á þessum tíma öllu saman, þá erum við búin að sérfræðivæða húsbyggingar. Einstaklingur sem ætlar að byggja sitt eigið hús, hann getur það ekki. Nei. Þú þarft sérfræðing á hvert einasta horn í húsinu til þess og 2 á hvert einasta horn í húsinu til þess að geta byggt og fá leyfi til þess að byggja ef þú færð lóðina sem er ekki í boði. Og þá eru kvaðirnar í deiliskipulaginu þannig að þetta þarf að vera 350 fermetrar að 2 hæða einbýlishús í flötu þaki. Eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona, eins og það eru mörgum, því að ég sjálfur menntaður í landslagsarkitektur og skipulagsfræði og ég búið til deiliskipulög og verið að skoða þessar kvaðir og það er oft á tíðum alveg óbáslega stýrandi fyrir fasteignamarkaðinn þessar kvaðir í deiliskipulögunum. Það segja kvaðir lágmarksbygginga, magn og rúmmál íbúðana og hæðir og gerðir á þessum húsnæðum. Þannig að rauninni er búið komið veg fyrir það að venjulegt fólk getur byggt sér sjálft. Ég var að foreldrar mínu byggðu sér hús í Bolungarvík og foreldrar mínu bara verka fólk á bryggjunni í Bolungarvík og fyrstu árin byggum við bara með, það var hurðalaust hjá okkur í ár og það kom ekki alveg eldursunnýting fyrir 3 árum eftir að við fluttum inn og það kom parkett 4 árum seinna, þannig að þetta svona gerðist bara svona með einhverjum stíganda og þetta gerði foreldrar mínu bara sjálfir og komið svo upp bara húsnæði með harðfylgi og þetta er rauninni, það er engin möguleika þessu í dag. Nei, núna þurfa sérfræðingarnir að byggja húsin og það eru og sveitafélögin sem þurfa að fara með það í gegnum fleiri mánaða ferli áður en að fengi leyfi til húsbyggingar. Vandi leigjenda í dag hvílir á sveitafélögunum. Það eru sveitafélögin sem er ábyrg og einhvern veginn búin að koma verkefninu þannig frá sér að þau sé ekki lengur
ábyrgð fyrir því að útvega húsnæði í sveitarfélagi. sem mér algjörlega óskiljanlegt að sveitafélög sem að ráði við landinu, ráði við skipulaginu, að það komi þeim ekki við að það sé sko fólk á vergangi vegna þess að það getur ekki komið sér yfir þakki yfir höfuð. En það er nú bara lögbundur skylda sveitarfélaga að það er að sjá til þess að sé húsnæði fyrir fólk á viðráðanum verðum, stendur meira þess að lögunum. Það er ýmislegt sem stendur í lögunum sem bara hreinlega ekkert farið eftir. Nei. Og það virðist vera að það sé þessi hópur sem að sko kemur sveitafélaginu bara ekkert við og það að öll áhersla skuli vera á strætó. Já, hún er alltaf strætó og það er svona að tekur alla umræðina. En það sem eitt mér langar líka að ræða við þig vegna þess að hérna þú ert leigumiðlari á þessum árum sem að er tiltölulega mikil vandamál, bæði félagsleg og fjárhagsleg og vandamál hjá fólki og ég hef verið að skoða félagslegt húsnæði á Íslandi og svona hvernig það hefur horfið út af leigumarkaðnum á svona 10-15 ára tímabili og kringum aldamót og framundir svona 2010, 12, 14 þá er stanslaust verið að selja í burtu félagslegt húsnæði hjá öllum sveitarfélögum, ekki síst hérna í Reykjavík, þar sem að verkamannabústaðir og félagslega kerfið er bæði einkavætt og það er selt borgin selur þetta frá sér. Fannst þú fyrir því sem starfandi leigumiðlari á þessum árum eftir hrun að þarna væri fjölskyldur og einstaklingar inn á almenna leigumarkaðnum sem ættu kannski heima og hefðu eiga heima og athvarf inn á félagslega reknum húsnæðismarkaði? Kannski ekki, ég veit ekki hvort að sko þetta félagslega kerfi á íbúðamarkaði var bara síns tíma. Það var rosalega flott fyrirkomulega hvernig það var byggt upp á sínum tíma og voru mjög flottar og glæsilegar íbúðir og standa sko enn algjörlega fyrir sínu og hérna það var þess tíma laust sem að við erum og það var líka þeim tíma þegar sko fólk byggði sitt hús sjálft þess sem gátu það en hérna já fyrir sko það sá hópur sem ég var að vinna fyrir sem á finna leigu húsnæði mikið að því fólki hefði þurft að fá hjálp við til úrlausn sinna mála, ekki bara húsnæðismála heldur fjármála og bara það urðu gríðarlega mörg félagsleg vandamál sem urðu til við hrunið og margir hrundu bara saman við hrunið veist, og fjölskyldur leystust upp og urðu alls konar vandamál, einstaklingsbundin vandamál sem að ég held að margir einstaklingar séu en þá bara jafnvel að kljást við í dag. Það kemur mér ekkert óvart og er alveg öruggt sem hafa aldrei náðu sér upp úr þessu. Nei. Og hérna það sem ég reyna að velta fiskubúð er svona hvort þú hefur haft tilfinningu fyrir því að ef það til dæmis er svo sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu hefðu verið með ákveðin fjölda umfram það sem við erum með í dag og vorum með þá af félagslegu húsnæði að hvort þetta hefði getið fengið toppinn af svona þessu vandamáli það sem var verst. Ég sko það var stór það átti sér stað ákveðin merkileg hlutir í þessu hruninu. Það voru á Suðurnesjum í Vogahverfinu, það var gríðarlega mikið að fjöldi íbúða þar og Ásbrú. Þar flutti alveg óbóðslega mikið af fólki sem að sko inn í ódýrustu húsin þangað. Það sá félagsmálapakki, hann lenti á Reykjanesbæ. Já, það fer fólk af höfuðborgarsvæðinu bara alls staðar á landinu. Hrunið átti sér stað all land og sko það eru mest sjáanlegt hérna í þéttbýlinu. En hérna en mikið af þessu fólki fór þangað. Það er alveg öruggt að ríkið hefði getað þessi ríkisstjórn sem tók við eftir hrunið hefði getað staðið miklu betur af því hvernig það var að verja heimilin. Það var síst af öllu það sem ég gerði að það var að verja heimilin landsmanna og fólk sem var verst úti. Það voru frasar sem voru sagðir hæst en fór minnst fyrir eins og svo margt annað af þessum glærikynningum sem við erum búin að sjá að menn ætla að gera en það er aldrei spurt hvað gerður þú svo? Nei. Veist, það er aldrei gengið að menn hvernig ætlar að framkvæma þetta? Hvað gerður við þetta lofar sem þú sagði mig frá hérna fyrir 2 ára? Hvernig er staðan núna? Já. Og ef menn bara horfa á tölun og það sem ég brá við að rifja þetta upp að því þú vildi fá mig hingað. Að rifja upp tölunar og skoða þessi gögn sem að ég lá yfir allan tíð
að það hefur sáralítið lagast. Það er ömurlegt til þess að vita að á öllum þessum árafjöld frá hruni og frá því að eftir við búin að jafna okkur hruninu, að menn ekki ennþá búin að laga þetta. Af því, eins og ég sagði þér áðan, viljinn til þess er engin. Þeir sem að stjórna öllu ferlinu, þeir hagnast vel á því að það borgar sig ekki fyrir þá að laga þetta. En það er reyndar merkilegt líka, þó maður sem kannski ekki að fara að nefna persónu og leikendur í þessum hildarleik öllum, að þá er samt merkilegt að sjá að margir þáttakendur í svona þessum hræringum innan skilanefndanna og Íbúðalánasjóðs og þeir sem heldum taumana inn í Íbúðalánasjóði og svona í kringum þessar íbúðir sem fóru svo að leigumarkanum, eru margir hverjir bara starfandi inn í þessum fasteignafélögum í dag og man mætti kannski halda að þarna hefði verið ákveðnir hagsmunir. Glimdu ekki sveitastjórnunum, glimdu ekki sveitastjórnastiginu og veist, það má ekki gleyma höfuðborginni. Við erum búin að sama meirihlutan sko alla þessa öld. Alla þessa öld. Fyrir þannig einhverja mánuði bara svona. Frá 2002 Dagur B. Eggertsson búin að vera, hann byrjaði sem formaður skipulagsnefndar 2002. Hann er búin að vera núna í 20 ár í þessu starfi og hann er með pólitíkina að fegra strætó. Ég man eftir, ég vann hjá Kaupmannahafnarkommúnu á árunum 2005-2007. Það tókum við á móti sendinefnd frá Reykjavíkurborg og það var Katrín Jakobsdóttir líka. Það voru þetta fólk sem var að koma og var að segja dönum frá því hvað varu duglega að skipuleggja borgina. Þannig að þetta voru merkilegu tímar. Já, kannski enda því að þetta er eiginlega bara sér umræða að tala að þetta er eiginlega heila þátt í það að spá í allar þessar átakshópar, allar þessar nefndir og starfshópar og samstarf sem átt sér stað bara eiginlega stanslaust frá 2012. Ég hef búin að heyra í fólki sem hefur setið í mörgum svona hópum og nefndum. Þú varst nú ekki einu svona boðaður til þó að þú væri kannski svo aðili á landinu sem að hefur mestu innsýn inn í stöðu leigjenda á þessum tíma fyrir utan fulltrúa leigjendasamtakana. Þú varst ekki einu svona boðaður til neins að þessum samstarfsvettvangum. Það er kannski ástæðin sé sú að vegna þess að ég er alltaf svo leiðilegur, ég segi alltaf meiningum mína og þekki vel til aðstæðna og nei en mér finnst þú bara virkilega gaman að þessu spjall okkar og það sem við spjallum á áður fyrir þennan fund hvað þú búin að lesa vel til hvað er búin að eiga sér stað og þú ættir að í stað þess að rífa upp mig söguna hvað þú gert. Farðu yfir allar þessar áætlanir sem menn hafa verið að gera og skoðaðu loforðin annars vegar og hver var árangurinn að starfi hins opinbera á þessu sviði sem er búin að lofa í gegnum, búin að vera fjöldakostninga, þetta er búin að vera umræði í öllum kostningum húsnæðisvanda og stöðu leigjenda og skoðaðu loforðin og áætlanirnar og hvað hefur svo staðist af þessu. Og hvað hafa embættismenninni gert og þeir sem eru á kaupu hjá okkur við að stýra þessu landi, hvað hafa þeir raun og verið gert? Hvað stendur eftir af loforðunum? Og það verður frekar sársaukafullt fyrir marga að við ætlum að fara að svara fyrir það. Já, ég held að það séu... Efastum við séu tilbúin til að koma og svara fyrir það. Nei, en við ætlum eins og vera vonandi þegar núna fer að nálgast sveitarstjórnarkosningar við fáum til samtals við okkur fólk sem er að sýsla með þessu hluti á sveitarstjórnarstiginu. Nú, ég ætla bara rétt að enda á því að segja frá að þú sendir inn mjög merkilega tillögur það er nú komið áratugur síðan þó að það sé eins og í gerð. Þú sendir merkilega tillögur til starfshóps mótun heildstæðrar stefnu til framtíðar þar sem þú lagðir reyndar til að þeir settur svona hópur eru settur saman svona hópur til þess að fjalla leigumarkaðinn og þú leggur til nokkuð svona, finnst mér nánast svo sjálfsagðar breytingar á húsaleigulögunum að mér finnst eiginlega bara með ótrúlega en nokkur orð fá lýst af hverju þessar tillögur hefur ekki verið teknar til greina og ég ætla að setja þessar tillögur inn á netið eftir. Þetta eru tillögur sem að snúa, eru svo svona pragmatískar
og hafa setja ekkert úr neinu jafnvægi varðandi stöðu leigusalans eða leigjandans. Þetta eru svona eðlilega réttabætur sem tryggja rauninni bara yfirsýn yfir leigumarkaðinn, að leigjandinn og leigusalinn viti rétt sín og skyldur. Þarna séu líka fyrir að fylgjast með því að þarna halli ekki á aðila í þessu. Þetta eru svona eins sjálfsagðar tillögur eins og maður getur hugsast getur, en þetta var kannski varla svaraði eitthvað. Nei, við fengum aldrei þennan fund sem við óskuðum eftir. Ég held ég að tala við 4 ráðherra þessar málaflokka á þessum tíma að reyna að koma þeim í skilning stöðuna leigumarkaðinn. Ég fekk var búinn að fundi velferðarnefndar Alþingis og beðin að útskýra hver staða leigumarkaði og fólks á leigumarkaði og skattalega meðferð leigutekna, hvernig þetta kæmi við fólk. Ég var að útskýra fyrir þeim vandamálin sem að ég lendi í innan gæsleppa mínir leigjendur og leigusalar. Raunveruleg vandamál sem væri bara hreinlega röng, hvernig sneri að lagaumhverfinu og nefndi bara nokkur dæmi. Formaður nefndarinnar einn sagði við mig, þetta bara ekki rétt hjá þér. En það vildi til að hann var annar sem sagði, þetta bara allt, annar sem var hann starfsmaður sagði, og Alþingi hann sagði, þetta allt rétt sem hann að segja. Veist, það var bara, hafa sagt við mig að formann nefndarinn að þetta ekki rétt hjá þér. Þó ég var með staðrindir og vitnaði til laga umhverfis. Og þá var bara fólki sem voru Alþingi, það var ekki upplýst lögin sem það sagt að setja og vildi fá ráð, en sagði bara að maður væri ekki að fara með rétt mál. Sem að kom svo ljós að ég hafði nákvæmlega rétt fyrir mér. Já, og það nú einu þannig að það hafa verið starfandi nefndir síðan að þú sendir þetta bréf 2011 og ég sé að það hefur margt af þessum tillögum ratað inn í mikið þessari orðræðu og umræðu sem hefur komið í kjölfar ýmissa starfshópa, þó að breytingarnar hafa aldrei almennilega náð í gegn, en það liggur fyrir núna inni í Alþingi frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem fór inn í júní í fyrra og náðu svo ekki til umræðu fyrir kosningar og ekki ennþá komið inn í þingið aftur. En það eru svona ýmsar breytingar, vonandi góðar bætur, réttabætur fyrir leigjendur, og það til dæmis, eins og við skoðum í sameiningu áðan, að einn helsta tillagan og einn helsta breytingin sem á að verða með nýjum húsaleigulögum eða uppfærslu á þeim skráning allra leigusamninga til þess að kalla fram svona yfirsýn yfir breytingar á verði, húsaleiguverði. Og setja á fót einhvers konar starfshópa eða nefndir sem eiga að geta úrskurðað hvort að leiguverð sé að fara of hratt upp á við. En heyrðu, þetta búið að vera alveg frábært spjall. Bara þakka þér kærlega fyrir, Svanur, að koma að spjalla við mig. Ég veit að þú starfa við mjög merkilegan starfsvang í dag og við rættum nú saman áðan að ég úr Bolungarvík og fiskiplássi og þú hefur svona verið starfað svolítið í kringum fiskiplásin. Getur þú sagt okkur aðeins frá því hvað þú starfa við í dag? Ég starfa með fyrirtæki Bláa hagkerfi sem að stýra sjávarútvegi og það sem að ég hef alltaf haft gaman að tölum og tölugreiningum og annað, og núna mitt starf það að ég verið að vinna að úttekt á starfsemi bara hvernig Hafrannsóknastofnunin eða hvernig stofnmatið framkvæmt hjá okkur á fiskistofnunum og að vinna að því sem sagt að við getum bætt okkar hafrannsóknir eða sem sagt tölulegar úrvinnslu þeirra gagna sem við eigum til okkar fiskistofnun. Þetta búið að vera aldeilis forvitnilegt spjall húsaleigumarkaðinn og innsýn Svans sem formannsfélags löggiltra leigumiðlara árunum 2007 til 2017 þegar hann starfar inn á þessum vettvangi mikla örlega tíma á íslenskum húsnæðismarkaði. Hann fór yfir það með okkur og við berum honum kæra þakki fyrir það. En þátturinn verður ekki lengur að sinni. Við sjáumst á næsta þriðjudagskvöld klukkan 9. Ég heiti Guðmundur Hrafn og þið hefur verið að horfa á Leigjandinn, lífið á leigumarkaði.